Mér líst nú bara nokkuð vel á hann. Þetta maður sem nennir ekki einhverju kjaftaði. Ég held að það sé akkurat það sem liðið þarf núna. Það að rífa menn upp. Þetta slappur gengi fyrra og hann lætur menn alveg vita ef menn ekki á tánum. Þannig að ég mjög sáttur með hann. Bara ágætlega. Bara vel. Jú, hann flottur. Vel. Vel? Kela? Já. Þræl vel. Stelpunum? Strákunum? Veit það ekki, þetta náttúrulega svona miðaldra svolítið sexy gæi, sé það ekki? Mjög vel. Já, hann var náttúrulega frábær leikmaður á sínum tíma. Stórkostlegur, þannig að hann hlýtur að geta kennt okkur allt. Það bara spennandi að fá Kela, en það heyrðist líka að menn bera allavega virðingu fyrir honum. Þannig að það bara fínt. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Já, ég hugsa að liðsheildin verði ykkar langbesti félagi í sumar. Stinni auðvitað náttúrulega reyndur og mjög öflugur. Síðan held ég að svo náttúrulega spurningin hvernig útlendingarnir verða. En ég held að ef þið gerið eitthvað þá verði það á grunni liðsheildar en ekki einstaklinga. Ég veit svo sem ekki hvernig útlendingarnir eru, ég hef ekki séð neitt leik, þannig að ætlum maður ekki að segja að Illi og Stinni verði lykilleikmennir í sumar. Sko, ég held að Stinni, the golden boy, hann kominn heim aftur. Ég held að hann verði mikill lykilmaður, eftir að skora fullt af mörkum. Hann var að kaupa sinni að takkaskó líka, það eftir að gera gæfumuninn. Ég held að Oggi eftir að koma heim í glugganum, kemur engum á óvart, en hann verður lykilmaður seinni hluta tímabilsins, kemur sterkur inn, líka byrjar að taka meir í bekk, gríðarlega mikilvægt fyrir lið. Svo held ég að aðalstuðningsmaðurinn Björn Sigfússon, hann verður þriðji lykilmaður liðsins í sumar. Hann á eftir að reyna strjúgur fyrir liðið og rífa þú upp á tánum þegar þjálfarinn nær því ekki. Stinni! Annars ég ekki búinn að sjá hópinn. Jæja, en ég segi Stinni. Já, sko, ég held að lykilleikmenn í sumar verði Hernandez. Bara hann þarf að fá tækifæri, sko. Og svo held ég kannski bara... Hvað heitir þú aftur? Já, Stinni. Stinni? My friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over. Þetta vil ég bara sjá það spila vel og þeir fari upp aftur. Ég vil ekki vera þarna. Ég vil sjá að spila flottan fótbolta. Ég vil að Kristófer Daði hætti að gefa svo mörg víti til dæmis. Það góð byrjun. Eins og þjálfarinn leggur upp með að gera hlutin einfalt. Það fínt fyrir þá, bara gera þetta einfalt. Senda á Stinna og hann skorar, búið mál. Skemmtilega fótbolta, svo svo gaman að koma á völl. Skiptir engu máli þó að líka bara með sig að leggja sér fram. Það hundlega að sitja upp í stúku og horfa á leikinn ef maður finnst þess að maður sé ekki leggja sér fram. Þú vilt ekki má reynibolta? Nákvæmlega. Bara svona... hraðan, einfaldan og skemmtilegan sóknarbolta. Bara aggressívan leik. Sterkir varnarlega og auðvitað vil ég sjá þú skora fullt af mörk. Alveg fullt. Bara í Jörgen Klopp-bolta? Algjörlega. Nei, ekki svoleiðis, ekki Liverpool-drast. Tottenham-bolta. Ég veit það ekki, því ég hef ekki séð okkur á undirbúningstímabilinu. Bara að ég séu fitt og geti hlaupið og barist og það rosa mikilvægt í þessari deild og síðan kemur hitt. Og ef þið ætla að ná í úrslitum þá verðið að geta hlaupið í 90 mínútur og ekki gefa tóma eftir í neinu návíum. Og svo verðið við að hafa gæði til þess að búa til einhverja sóknir og þess að það. Þannig að einhvað verðið að geta spila á millikar en númer 1, 2 og 3 það að vera fitt. Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Það verður toppbaráttunni, annarsæti.
Ég meina ef þið eru í formi, ég veit að það eru náttúrulega fínir leikmennarnir á milli og ef þið eru í formi þá getið þið keppt að fara upp. Ef þið eru ekki í formi þá verðið þið einhvers staðar í miðadeild. Ég held að við verðum í öðru sæti. Svona meðan ég held að við verðum bara svona miðja deild. Ef við bara ekki að skjóta boltanum inn og þú að verja. Vonandi efsta sæti og upp. Það er markmiðið, þið skuluð. Fyrsta sæti og Kristinn verður markahæstur. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation.